Í þessum þætti ætlum við að tala um fylgihluti, en í aðeins víðara samhengi heldur en gengur og gerist. Fylgihlutir, það er svo miklu meira en bara eyrnalokkar og hringar. Það er ekkert langt síðan, það var eiginlega bara dálítið skrítið og myndi sjá karlmann ganga með tösku sem dæmi. Þetta er bara liðin tíð sem betur fer. Sem strákur getur eiginlega bara gert það sem þú vilt og það er nákvæmlega eins með stelpur. Það er eiginlega allt bara orðið unisex. Þetta er svona þessi litlu hlutir sem gefa þér eitthvað tækifæri á að vera pínkulítið öðruvísi. Í þessum þætti ætlum við að tala við Kristján Gilbert sem er tattoo-listamaður og svo ætlum við líka að tala við Gauta Sigurðsson sem sér hann skartgripi. Hann gerir grills, hringa, hálsmenn, hvað sem þú vilt. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. These bitches love salsa, oh and the no and fucking with them old boys. You gon' get fucked over. Rarries and Rovers, these hoes are cheap salsa. Head on with that cold bro. Now that boy slumped over. They do it off for salsa. Það er rosalega mikið að koma inn núna. Að strákar eru duglegir að rocka svona skartgripi. Þessi rapparar á Íslandi, þeir eru mjög mikið að koma til mín og við gerum eitthvað svona skemmtilegt saman. Hvort það sem að keðja eða grill. Hvað skartgripi finnst þér skemmtilegast að gera? Sko, mér finnst það ótrúlega gaman að gera grill. Ég sjálfur smíða það sem mér langar sjálfur að vera með. Já. Sem við myndum ekki grill. Hvernig fær það fram? Bara hefði samband við mig og síðan myndi ég bara koma og taka mót af tönnunum. Er það? Já, þú veist, hérna er ég að leyfa þessu bara harðna, sko. Þannig að, þú veist, það er raun og veru, bara er ég með bara góm. Og svo vinn ég út frá því og það endar einhvern veginn svona. Já. Þú veist, þannig að þetta er alveg heill gómur, sko. Já. Hvernig lærður þú að gera þetta, þú veist? Fór í tækniskólann í Gull- og Silfursmiðju og var þar í tæplega 3 ár. Ég byrjaði í skólanum alltaf bara að því þetta er ekkert kennt, sko. Það er ekkert kennt hvernig þú gerir grill eða eitthvað þannig. Ég þurfti alveg að fara sjálfur í það. Þú veist, kennararnir mínir sögðu bara þú verður bara að fara í tannsmiðinn vegna þess að þetta er ekkert sem við erum að gera hérna. Þannig að ég sjálfur byrjaði bara að gera þetta í skólanum og bara öll 3 árin var að gera eitthvað sjálfa mig og bara fullkomnaði það þannig. Það er svolítið gaman líka með skartið að það er svolítið tímalaust. Þú veist, þú getur verið með þetta alltaf. Það fer bara eftir í hversu stórt þú ert, sko. Þú veist, ef þú ert að fara í risastóra keðju, þú náttúrulega nota það ekki á hverjum degi. Nei. En eins og þú ert með litla keðju, þú veist að þetta er eitthvað hversdagspísa þér. Já. Og svo ertu með eitthvað annað sem þú getur switchað yfir, þú veist, þú ert að fara út helgar eða eitthvað. Stönd eitthvað. Já, það er aðeins með stönd. Þú veist eins og, ég er ekkert með gullgrill á hverju degi, en ég er kannski með 1 tönn. Hvernig finnst þér eldri kynslóðin taki til dæmis eins og þau sjá þig bara með grill upp í þér, með skart og með piercing og tattooinn? Hvernig finnst þér samfélagið taka þig? Sko, þetta er svo mikið farið að breytast. Mamma mín hatar þetta. Hún alveg bara, þú veist, og þegar ég var fyrst að segja ég ætla að fara með þetta og svona, þá var hún alveg bara, þú veist, það er ekki margar við þessu. Svo núna er ég bara búinn að vinna mig upp í það, að bara geta gert þetta bara. Þannig að, þú veist, það er mismunandi bara skoðanir á þessu. Eldri hópurinn, þú veist, þeir eru alveg svona, já, ok, hvað er þetta? En þetta er bara það sem koma skal, sko. Ég meina, þú veist, Kim Kardashian og allar þær stelpur eru farin að vera með þetta. Þá er rosalega mikið af stelpum að koma til mín, biðja mig skart. Þannig að það er bara svona, já, þetta er bara svolítið að breytast. Ég gerði einmitt fyrir hana Manolós. Já. Hún fékk sér svona 2 og svo bara línu yfir. Það er mjög minimalist en er bara alveg svona showpiece, sko. Já. Og þú spottar það svolítið þegar þú talar en það er ekkert in your face. Hvenær byrjaði þú til dæmis bara persónulega að fá þig tattoo? Ég var 18, 12 ár síðan. Vildirðu strax annað eða? Ja, planið var í rauninni bara að
verða bara allir covered frá byrjun, sko. Which one? Gucci, Louis, which one? Two bad hoes can't pick none. Rari, Lambo, switched on. Then I skirt, pull up on the curb. They like, what's the word? Always Ég coming. er mjög gaman að gera andlitstatú, sko. Ég er búinn að gera nokkur hannig. Það er eitthvað svona annað element sem fyrir í gang þá, sko. Já. Svona brjóta ykkur reglur. Já. Já, mér finnst það geðveikt, sko. Og ég fann það bara eins og með sjálfum mig, sko. Að fá mér sjálfur í andlitið, það var svona, það fór eitthvað svona tilfinningarlegt í burtu þá, sko. Og það er eitthvað, já, bara frelsandi. Hvað fannst þérna fjölskyldunum þegar þú fyrst þér andlitið? Þau eru líka hægt að pæla í þessu, sko. Já. Ég kom tvítugur heim með tattoo á handarbökunum, þá voru mjög fáir með tattoo á handarbökunum, sko. Já, mamma fór að gráta, sko. En síðan eftir það, svona hægt rólega er hún bara, já, alveg saman, sko. Hún sjálf kom með slíf í dag, sko. Já, ok. Finnst þér samfélagið taka öðruvísi í tattoo og piercings og eitthvað núna heldur en það gerði kannski fyrir 10 árum? Já, þetta er allt annað í dag, sko. Svona, já, alltaf eru bara allir komin með þetta, sko. Þannig að ég held líka að svona fótboltagauranir hafi breytt þessu svolítið. Þú veist, svona einhverjir íþróttagaurar að fá sér tattoo hafi gert mjög mikið fyrir þetta, sko. Af hverju bara svona í grunninn heldur að fólk vilji ganga með tattoo? Ég held að sé svona einhver frelsistilfinning, sko. Að fá sér tattoo og einhver svona rebelismi líka, sko. Að, já, vera aðeins öðruvísi. Og ég held maður ná að tjá sig á einhvern hátt með að fá sér sinn stíl og sín tattoo og hvar maður fær sér og svona. Já, bara vera maður sjálfur, sko. I got hot top socks, I got popsicle diamonds, they no lie.